Já, hæ og velkomin aftur í kalda pottinn. Að þessu sinni engin annan Álfheiður Einarsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Mín ánægjan, gott að sjá þig, gott að fá þig. Þú ert kölluð Alfa. Já, ég vildi alltaf. Er það í daglegu tali, Alfa? Já, sko, þetta kom nú ekki til að góðu. Nei, eins og flest. Ég sem sagt skírð Álfheiður í höfuðið á ömmu minni sem bjó austur á Höfn og síðan flytjum við þegar ég er krakki á höfuðborgarsvæði og allir á Hornafirði þekktu þetta nafn mjög vel, Álfheiður. Bara var vel þekkt og það verið þarna aldir alda. En svo flytti ég í Garðabæinn og þar gasprar einhver í bekknum Álfheiður. Hvað ertu kölluð? Heiða. Og ég sá fyrir mér Heiðu og Pétur í þáttunum í Ölpunum að elta geitur og hugsaði með mér, ég má alls ekki verða kölluð Heiða. Og frænka mín hét Alfa, hún var skírð Alfa. Nú er það íslenskt nafn? Já, þannig að ég bara segi hátt og skýrt, ég er alltaf kölluð Alfa. Svo var náttúrulega helvítis lygi, en síðan hef ég verið kölluð Alfa. En ég vissi ekki að þetta væri bara nafn, ég hef aldrei heyrt áður á mannesku sko. Nei. Alfa, Omega og allt þetta. Já. Mér finnst það cool. Já. Hvað þýðir þú efst í goggunarröðinni? Já. Þetta kom sér líka ágætlega, ég bjó lengi í Bretlandi og þeir áttu auðveldara með Alfa heldur en Álfheiður. Til dæmis. Og þar auki var ég að starfa í tölvubransanum, þannig að þeim fannst þetta alveg enn frábæra sko, þetta var stærðfræði hugtak sko. Alfa, wow, frábært. Það tengist náttúrulega tölvum. Já, einmitt, Alfa. En ég frétti það einhvers staðar að sko, þú væri PC-kona, ekki Apple-manneskja. Er það rétt? Já, það er rétt. En við byrjum þáttan alltaf að skála í Jesúlagi. Jesúlagi? Skál? Jesúlagi, skál. Af því að hvar væri við væri myndum í Jesú í hjartanum? Þú var fleksæðilis, þetta er nú meira að fíflast. Við værum ekki á góðum stað. Nei, við værum í vondum mál. Ég er nú ekki trúið. Nei. En svona Jesú og Guð og allt þetta sem fólk trúir á, fyrir mér er bara kærleikur og hann á heima einmitt í hjartanum. Nákvæmlega, og sumir kallaði Guð og sumir kallaði Jesú eða Allah eða Buddha eða whatever. Já. En hvaðan ertu upprunalega? Já, eins og ég sagði á hann, þá er ég fædd á Höfn í Hornafirði. Höfn í Hornafirði? Höfn í Hornafirði. Já. Og fæðist þar í svefnherberginu á Kirkjubrautinni í húsi sem að mamma og pappi byggðu. Og pappi er Eskfirðingur og hann kom á vertíð á Höfn og var ástfanginn af móður minni. Og fiski ástarsaga. Já, hann er sjómaður, hann var komin að sjó 14 ára gamall sko. Þannig að þetta var ekkert sældara líf á þessum árum fyrir þessa kynslóð sko. Nei. Og mamma var að vinna í kaupfélaginu og kollung sko. Þannig var þetta, fólk paraði sig mjög snemma og bjó til fjölskyldu. Já, og þarna ólumst við upp fullt af prökkurum á Kirkjubrautinni og í Hlíðatúninu og prökkurum saman og við fengum, þetta var eftir á að hyggja og þegar ég hugsa tilbaka og þykir mér ofsalega vænt Höfn og það er alltaf heima, ræturnar mínar eru þar. En við fengum að sko valsa bara alveg frjálst Já. Það okkur var bara hent út á morgnana í pollagöllum og stígvélum og svo bara, þú veist, við fengum að fælast niður á bryggju og út allt. Það var einhvern veginn ekkert eftirlit, það þurfti ekki. Allir lifðu þetta af? Allir lifðu þetta af. Og það var náttúrulega bara óskaplega gaman að fá að kynnast útgerð og fara að sjó með pappa og allt þetta. Alveg, þannig að mér hlýnar alltaf hjartaræturnar og ég reyna að fara til Hafnar í Hornafirði allavega einu svona ári. Og þeim hefur nú fækkað ferðunum eftir að afi og amma féllu frá og svona flestir afleikjararnir eru fluttir á höfuðborgarsvæðið eða erlendis. Þannig að en ég reyna að fara einu svona ári og alltaf þegar ég kem að Lómagnúp þá er ég einhvern veginn bara svona,
ég er komin heim. Jaha. Já. Sandarnir, fjöllin og jöklarnir, ég kalla það fjöklar. Fjöklar? Já, það verður fjöll og jöklar. Það var útsýnið út eldhúsgluggann heima hjá mig. Það var bara fjöll og jöklar og svo sjór. Já, ok. Þannig að mér finnst þetta svona ómissandi í hvert bæjarfélag. Fjöklar og sjór. Það á nú við flest, sko, ja, flest, allan á fjöllin eru víða. Já, fjöllin eru víða. Nema Stokkseyjarbakka, það er engin fjöll þar. Nei, en það er sjór. Það er sjór. Það er sjór. Ég bý á Selfossi núna og það er í fyrsta skipti sem að ég hef ekki búið við sjó. Og það tók bara dálítið tíma að venjast því. En áin er náttúrulega svolítið... Áin, já, það er ekki alveg það sama, en það er stutt niður á strönd, á bryggju rúnt, hvort sem er á Eyrarbakka, Stokkseyri eða í Þorlákshöfn, það er ekki langt, sko. Nei, en hann á Höfni Hornafirði, systkinin, foreldræðinir, varð enginn eftir? Flutti amma, afi falla frá, er enginn eftir af fjölskyldunum? Af og amma er í raun og veru bara nýfallin frá, sko. Afi féll frá bara rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn. Ég hef alltaf sagt að það veri af tillitssemi við dætur sínar 5. Þær voru allar svona að undirbúa 100 ára afmæli, sko. Það er sorglega. En nei, ég á einn bróður, hann er eldri en ég og hann á þessum tíma er enginn framhaldsskóli á Höfn. Þannig að hann fer á menntaskólann á Laugarvatni og mamma klárar gagnfræðiprófið og hana langar í meira nám. Og hún vildi ekki missa mig í heimavist líka og vera bara, þú veist, ein á heimilinu og kallin alltaf á sjó. Þó hún kynni ágætlega við það. Sambúðin aldrei gengið betur. En þannig að við flytjum í bæinn til þess að hún og svo í framhaldinu ég getum menntað okkur en búið heim. Er þetta eftir grunnskóla hjá þér? Nei, ég er líklega, ætli ég sé ekki 11 ára og við flytjum beint í Breiðholtið í Vesturbergi. Jesús minn. Og ég fer í Hólabrekkuskóla. Já. Og mér leið mjög illa. Það var gert mikið grín að mér, þú veist, saklausa sveitastelpan, ég hafði aldrei tekið strætó, ég vissi ekki hvað hlemmur var, að fara ein í bíó, ég var bara við því að klukkan 3 á sunnudögum þá er barnabíó í Sindrabæ og það fór bara allt bæjarfélagið. Þannig að þú varst bara sveitastúlkan, saklausa sveitastúlkan, komin í borg Gótans í Breiðholti af öllum stöðum. Já. Og mér leið ekki vel. Nei. Og en ári síðar þá festa mamma og pabbi kaup á húsi í Garðabæ og við flytjum þangað. Og það tók tíma en ég vandist í loksins en ég fór öll sumur og í öllum fríum og í öllum kennaraverkföllum. Það fór ég alltaf austur á Höfn að vinna og hitti vinnu mína. Og ég er enn í sambandi við, þó ég hef verið svona ung þegar ég fór, að þá er ég að vinna alveg til 16-17 ára og er enn í mjög góðu sambandi við bekkjarfélaga og vini frá Höfn. Já, frábært. Já. Það er frábært. Það er mjög gott. En hvað tekur þá við? Garðabærinn. Jesús minn. Já, einmitt. Og Breiðholti í Garðabæ. Já. Hvað er eiginlega betra fyrir Breiðholtinu? Sko, þú þarft ekki svara. Já, þetta er svolítið þegar við flytjum í Garðabæinn þá er það svona allt öðruvísi mórall en það er samt gert grín á mér svolítið. Mér leið svona ekkert of vel. Ég var enn saklausa sveitastelpan þó að ég hefði verið ár í Breiðholtinu og tekur mig langan tíma að komast inn í en svo þú veist bara ég var svona svolítið veggjalús nefnilega. Ég er með ADHD. Það vissi það enginn þá og það brýst oft öðruvísi fram í stúlkum. Þannig að ég lét bara eins lítið fyrir mig fara og ég gat. Já, og já, það fara svolítið inn í sig oft. Og ekkert allar en oft. Og Þannig hugurinn var alveg út um allt. Hugurinn út um allt og sjálfstraustið í lágmarki og svona mikill kvíði. Og þannig að mér leiði ekkert of vel. Þannig að ég bregst einhvern veginn þannig við því að ég fer í alveg svakalegan mótþróa á unglingsárunum.
Og til þess að bregðast í þessu andlega ástandi þá fer ég í að nota áfengi. Og nefnilega þannig að á Höfn í Hornafirði þá var engin ÁTVR búð. Nei. Þannig að ef þú ætlaðir að ná þér í áfengi þá fórst á pósthúsið og pantaðir og svo kom þetta með flugi. Var engin sprútsali í bænum? Nei, það var náttúrulega brugga í hverju einasta húsi og svo þegar vertíðarbátarnir sigldu annarkvort á Þýskaland eða England þá komu þeir tilbaka stútfullir af bjór sem var þá náttúrulega bannaður. Já. Þannig að það var Mislöglegt. Já, það var alltaf til nóg af brennivíni allstaðar, hvort sem það var bjór eða landi úr bílskúrnum sko. Og pabbi hélt þessari hefð áfram bæði í Breiðholtinu og í Garðabænum, þannig að það var bruggað inn í bílskúr heima hjá mér, þannig að það var alltaf hægt að komast í landa. Og þannig að ég einhvern veginn fór í rosalega mótþróa og byrjaði að drekka og svona gera hluti sem og var bara vandræða unglingur og á þessum árum þá viðurkenni Garðabær ekki að það séu nein félagsleg vandamál eða nein vandamál að neinu tagi. Nei, ég þekki það svolítið sko. En ég svona bara, ég verð ein af nokkrum vandræða unglingum sem voru á svæðinu á þessum tíma. Á hvað árabilum þetta, cirka? Ég flyt í Garðabæinn ábyggilega 12 ára. Það eða 11 ára. Það svona 82. Já, 80s. Já, ég rétt nægi skottið á punkinu. Já, vel gert. Í Gaggó. Og við vorum svona aðalega í AC/DC og Iron Maiden og Kiss og eitthvað svona. Svo kom bara diskóið bara, þú veist, Michael Jackson kom með Diskóið er búin að eyðileggja marga manneskjum. Það kom einhvern veginn bara strax á eftir punkinu og rockinu, þá var bara pjúra diskó í gangi. Og hvernig braust þetta út? Þú fórst að drekka, ég meina, hvað, varst að brjóta rúður eða brjótast inn eða? Nei, það var nú ekkert svoleiðis. Jú, ég man nú einhvern tímann brjótum við eina rúðu í einum leikskóla eða eitthvað svoleiðis, sko. En við vorum í raun og bara, það var engin samastaður fyrir okkur. Ekki félagsmiðstöð, nei, þannig að við svona héngum saman í hóp, fundum okkur stað þar sem það var engin lögga í Garðabæ á þessum tíma, þannig að Hafnarfjarðarlöggan sinnti Garðabæ. Þannig að við vorum meira og minna látin í friði og við förum á Hallgrímsplanið og við bara notum annarkvort Vífilsstaðstrætó eða húkum okkur þar. Niður á Hallgrímsplan. Og svo var skemmtistaðurinn D14 í Kópavogi, það var nú alveg tékka á honum líka. Og viltu fylgti villi á sunnudögum. Ég vann þar. Varst að vinna þar? Já, dyravörður þar á það Finnboga vinnu mínum. Já. Þannig að þú hefur verið eina af þessum litlu. Já, ég var eina af þessum litlu. En þetta var heilmikið ferðalag að komast úr Garðabænum. Og við þurftum alltaf annarkvort að biðja foreldra okkar að skutla okkur, taka leigubíla. Og við vorum alltaf að spara peninga, vildum frekar eyða peningum í brennivín og sígarettur heldur en leigubíla. Þannig að við húkuðum okkur yfirleitt þar. Var það ekkert hættulegt? Jú, þetta var það hættulegt, en sko, og það dytti engum í huga hvetja börnin sín til þess að gera þetta í dag. Enda sér maður, þetta var alltaf nætur lengur í Reykjavík, en þetta var bara vaninn. Hafnfirðingarnir gerðu þetta líka. Hvað sérðu? Hafnfirðingarnir gerðu þetta líka, bara húkuðu sér fram, það var bara dýrt að koma sér heim. Mosó, ég bjó þar, ungur. Húkuðu ykkur var, já, það ekki? Já, þetta alls konar lífi. Og maður spáði aldrei í að þetta væri hættulegt, einhvern veginn. Þetta bara þótti sjálfsagt mál. Var allt annar staðall í gangi? Já. Veist, bara allt annað element, það ekkert þetta líka þessu við samtíman, hvernig þetta var. Nú tölum við eins og við séum 200 ára, sko. Já. En það var bara allt annað Íslandi í gangi, bara 80s, 70s, 80s. Já, þetta var allt miklu saklausara. Til dæmis það var mjög lítið af hörðu dópi. Miklu minna heldur en núna. Það var verið að sniffa. Jú. Og ég þorði því nú aldrei. Ég var svo lélegur alkohólisti að ég þorði aldrei að gera nema að drekka áfengi, sko. Af því að ég var vön því. Drakstu þið þá alveg út úr heiminum eða náður að halda einhverjum
Stuðli? Já, það var svona uppbúið, þetta var svona rússnesk rúlletta bara. Stundum, þú veist, ég man þegar við vorum að útskrifast á 10. bekk og við fórum öll saman út að borða niður í bæ og ég man að ég dó til dæmis ofan í forréttasúpuna. Já, ok, vel Húsin gert. bara beint onni. Og það var ekkert verið að benda á þetta neitt sérstaklega, þetta bara... Nei, fólki fannst þetta, fólk var ælandi. Þetta var náttúrulega mjög skrautlegt. Þetta eru krakkar sem halda þessi fullorðinn en ég elst upp við þetta náttúrulega á Hornafirði og held að þetta er það sem fullorðið fólk á að gera, á að drekka áfengi. Það er bara hluti af því að vera fullorðinn. Og ég reyndi að vera dönnuð og drekka, en það tókst ekki. Og ég og áfengi höfum bara aldrei átt samleið. Það var alveg ljóst frá nánast fyrsta sopa. En stundum gekk þetta alveg vel. Það fór svolítið eftir því hvernig mér leið. Ef mér leið mjög illa, þá sótti ég í áfengið til þess að líða betur í smá stund. En þetta var náttúrulega bara svona vítahringur. Ágerðist mórallinn og þunglindi og ég fór að fá það mikið móral þó ég hefði ekki gert neitt eða sagt neitt af mér að ég fór ekki í skólann út af móral eftir drykkju. Þannig að þetta byrjar strax bara ofan í skurði. Já. Þannig að ég er bara komin í mjög slæm mál varðandi áfengi mjög ung án þess að átta mig á því. En nær umhverfið, var það ekkert að setja putta niður? Var ekkert svona, veitu, hvað er í gangi alveg Nei, það var alveg pikkað í mig og mamma sagði alltaf, þú veist, farðu nú varlega, drekktu nú varlega. Keypti hún áfengi fyrir? Og nei, pabbi gerði það. Hann vildi ekki að ég stæði fyrir utan vínbúðir, þú veist, og bæði ókunna mennum að kaupa fyrir mig áfengi. Þannig að hann gerði það fyrir okkur stelpurnar, vinkonurnar. Og vinkonum mínar hniftist stundum í mig, en ég skildi aldrei, akkur þetta var svona öðruvísi á mér. Þetta gekk alveg áfram og ég reyndi. Og svo fer ég eftir grunnskóla, þá fer ég í fjölbrautaskólann í Garðabæ, held mig bara á heimaslóðum. Og þetta heldur áfram þar. Og það kannski verður þetta alvarlegra að því leyti að þarna er komið til söguna kynlíf. Og misnotkun á áfengi fylgir bara mikið lauslæti. Þannig að mórallinn varðandi lauslætið í áfengisneyslunni, það ágerist bara allverulega á framhaldsskóla árum. Ég bara stundum get ekki horft á sjálfa mig í spegli. Mér leiði svo illa. Þannig að Þannig að öll höft fara, alla girðingar fara niður og ég fór oft í blackout, þannig að ég vaknaði stundum og bara, hvað heitir þú? Þannig að þetta var, og þetta er held ég öðruvísi á konum heldur en körlum. Ég held að það sé meira samviskubit á konum heldur en körlum. Ég held að karlar þetta þótti bara að vera ég er búin að sofa hjá, þú veist. Það var frekar mongt hjá þeim á meðan að við minnkuðum og fórum inn í okkur og skömmuðumst okkar. Og það var mjög snemma komin bara mikil skömm hjá mér varðandi þetta, get ekki stjórnað þessu. Mér langaði ekkert að sofa hjá þessu fólki, ekki neitt. En svo gerðist það ítrekkað þegar neyslan var í gangi. Já, stundum. Og svo var þetta svona spírall hægt og rólega. Já. En ég er 26 ára þegar ég fer í meðferð. Þú tókst faggömul? Já. Þrátt fyrir að menntaskólaárið hafi verið svona? Ég kláraði stúdentinn og ég veit ekki hvernig ég fór að því, bara ég á góða að og ég á auðvelt með nám. Af því að allt mitt líf er svona, ég fer í það sem ég hef áhuga á og ég hef alltaf haft gaman að því að lesa alveg frá því að krakki, þannig að mér gekk vel í skóla, ég hafði áhuga á námsefninu. Þú þurfti ekkert að hafa neitt sérstaklega fyrir því? Nei, þurfti ekki að hafa sérstaklega mikið fyrir því og þannig að mér gekk vel í skóla. Þannig að ég útskrifast sem stúdent frá FG og fer bara skráði mig í háskólann. Og er með háskólagráðu. Í hverju? Stjórnmálafræði. Það var stjórnmálafræði eða lögfræði. Af hverju þessi tvö?
af því Hvað var að mig gerast í þér? langaði, draumurinn minn var sá að vera rannsóknarblaðamaður í sambandi við stjórnmál. Ok. Og draumurinn var alltaf að fara til Beirút, þú veist. Á stríðssvæði? Já, ég ábyggilega spennufíkill eða eitthvað, ég veit það ekki. Eða En svona þetta var bara self-destructive. draumurinn. Já, eða self-destructive, já. Það fylgir nú oft svona líferni, sko. Já. En þetta var draumurinn og en ég fekk vinnu með skólanum sem blaðamaður og fekk svona NASA-þefina af því lífi. Og ég hugsaði með mér, ég get ekki farið inn í þennan heim, ég verð dauð fyrir 30 úr ofneyslu á áfengi. Þetta svona, ég sá stressið, það var mikið reykt og alltaf deadline og það var mikið drukkið. Þannig að ég hugsaði með mér, nei, þetta er ekki fyrir mig. Ég þarf að finna mér eitthvað annað. Hættirðu við blaðamennskuna út frá drykkjupartinum af því, eða Já, drykkjustressi. drykkja og stress? Já. Ok, en hvað tekur við í kjölfarið? Ég skil ekki, ég alltaf að spá í nærumhverfið þitt, var engi búinn að segja, þú veist, hrista þig og segja, hei, halló? Jú, sko, vinkonur mínar gerðu það aðeins og foreldrar mínir. Skiptir mína hópa? Ég bara reif kjaft. Ég bara var á mótþróaskeiðinu. Ég náttúrulega með ADHD og mótþróa þrjóskuröskun, þannig að segja mér enginn fyrir verkum. Og það bara svona innanúrsbrandar í fjölskyldunni að ef að einhver ætlar að fá mig til þess að gera eitthvað, þá segir hann, þá bannar hann mér það, þá ger ég það. Það er svona öfugs sálfræði. Ég er svona dálítið Emma öfugs núna, já. Virkar þetta ennþá? Ég sé oft í gegnum þetta. Já. Oftast nær. En hvað verður til þess að þú ákveður að fara í meðferð og hætta þessu? Hvað var að gerast í þér þá? Ég eiginlega veit ekki hvað skeður, en sko það sem gerist þegar ég í háskóla að það brotnar bara eitthvað saman. Og ég send inn á geðdeild og þeir klóra sig bara í hausnum og vita ekkert hvað að mér. Og þú svona lokuð tilbaka? Já, ég bara, þú veist, ég var ekkert sátt við að vera á geðdeildinni og gerði dálítið lítið úr læknanum og svona notaði hrokan og svona íroníu og var mjög svona, ef ég má sletta sarkastik. Og þannig að ég... Erfiður skjólstæðingur? Já, ég var ekki svo auðveldasta. En eftir mikið jaml og fuður, að þá í raun og veru bara niðurstaðan sú að ég þurfi að hætta að drekka og þar með ætti mér að líða betur. En þá var náttúrulega ekki vitað að ég væri með ADHD. Það var bara ekki talað um ADHD á þessum tíma. En hvernig braust það út þegar þú varst að drekka? Varstu opnari og svona... Já, ég var meira outgoing, svo ég sletta þess? Ég var hrókur alls fagnaðar, sko. Ég var svo, þú veist, einmitt fyndin og skemmtileg. En ég til dæmis, eitt minnstrið, ég dansaði aldrei. Ég sat á barnum og drakk og spjallaði og hló og vildi hafa gaman svoleiðis. Ég fannst ekkert gaman að dansa. Þannig að ég vildi bara... Kombo heldur. Ég vildi bara drekka og spjalla, sko. Og hafa gaman. En jú, ég var sko, mér fannst ég mjög skemmtileg með vín. Ég var úr hress og svona, þú veist, og reytta með brandarana. En auðvitað sumt af þessu bara svona gríma, einhvern veginn, þess að fela það hvað manni líður illa. Já, svona varnargríma bara, fyrir aðra. Það hljómar allt kunnulega, ég búinn að labba alla þessa leið. Ég veit það. En af geðdeildinni er þá sem sagt tilmælin sú að þú ætti kannski að fara í meðferð? Já. Tengdur eitthvað við það í umræðinni? Já, ég þegar að hugsa tilbaka og þetta, þú veist, ég að lendi í vandræðum í hinu þessu og ég til dæmis lendi í því áfalli að falla á prófi í fyrsta skipti í Háskóla Íslands. Jesús minn. Ég bara, þú veist, egoið bara, það brast eitthvað innra með mér. Í alvöru? Þá ég hef aldrei fallað á prófi. Eftir allt þetta? Ég hef aldrei
alltaf fallið á prófi, ég hef alltaf fengið, þú veist, 9 og 10 og alltaf fyrirmyndar nemandi, sko. Og en það var þannig að ég var að lesa undir félagsfræðipróf. Mér fannst félagsfræðin ekki skemmtileg. Nei. En af því ég er ADHD þá lærði ég aldrei á bókasafninu. Ég lærði heima með einhverja músík í botni. Og ég var með nýdönsk í botni fyrir þetta sérstaka próf. Hjálpaði mér upp, mér finnst ég vera að drukkna. Og ég fór í prófið og ég skrifaði bara textan á daginn. Og ég náttúrulega golfél. Mér fannst þetta bara eiga alveg fullkomlega við. En sko, þetta náttúrulega ávísun og fallaður með nýdönsk í eyrunum. Ég hef nú getað sagt þér það. En hvað hefur annars vegar haft í eyrunum eða er ekki nýdönsk? Hvað er það sem þakkaði niður í ADHD-inu? Er það þungarokk? Já, ég er rokkari. Ekki beint þungarokkari, ég er svona punkrokkari. Og ég til dæmis á 10. áratugnum þá hellist ég í grungeið, Nirvana og Soundgarden og allt þetta Seattle soundið. Og ég er svona, mér finnst ofsalega gaman að hlusta á gott punkrock. Tónlistarmaðurinn minn númer 1, það er David Bowie. Gamli Bowie. Fyrir Let's Dance plötuna. Þá svona aðeins. Hann fór í diskódildina. Já, svona David Bowie fyrir 83. Já, ég tek undir með þér. Og hann er bara númer 1 hjá mér. Það bara jafnast enginn á við hann. Og svo Pálmi Gunnars á þessum íslensku. Pálmi Gunnars? Já. Hann er nú svo Mannakott, mér finnst þetta bara alveg frábært. Ég söng Mannakott fyrir Hotfiskaflotann einhvern tímann á sjómannadaginn þegar við fórum í svona hátíðarsiglingu. En það vill þannig til að hann tengist aðeins inn í útgerð föður míns. Já. Því að pabbi var með félaga í útgerðinni og sá maður var bróðir Pálma Gunnarssonar. Þannig að Pálmi var að sjó með þeim stundum. Já, þannig að þú fílaði Pálma út af tengslum við það. Já. Og þetta var mikið spila heima, hann kom alltaf með plöturnar sínar og svona. Þannig að... Ég er ekki að gera lítið úr Pálma. Pálma er frábær og yndislegur og var í settinu hjá okkur bara fyrir einhverjum vikum. Já. En það er svolítið mikið stökk, sko. Já, en ég held bara mikið upp á Mannakott, ekkert endilega á þessum árum, en núna. En til svo slökkvanni í ADHD-inu, þá var það náttúrulega, það var músík á fullu, það var nóg að gera, ég var í félagslífinu, allt í öllu, og svo áfengið. Það var þetta þrennt. Var drykkjumunstrið þannig að þú varst edrú einhverja daga, þannig að þú varst að urlast úr spennu og þá drakkstu, eða var þetta bara ongoing drykkja? Nei, þetta var við byrjuðum, yfirleitt voru þetta bara helgar, en eftir að bjórinn til dæmis kom, að þá fórum við að fara stundum og við fórum að fá bílpróf og geta skipst á að keyra niður í bæ í staðinn fyrir að borga leigubíla. Þá förum við að bæta 50 dögunum við. Skreppum aðeins á 50 dögum, Já, þannig þú varst ekki í dagneyslu eða bara hvarfst á fyllir í marga daga? Nei, það var ekki svoleiðis. Ég yfirleitt rankaði inn mér eftir 12 tíma og þó ég væri á vitlausum stað, þá kom ég mér á réttan stað eftir 12 tíma. Þannig að það var aldrei lýst eftir mér eða neitt slíkt. En svo labbar inn í meðferð. Svo labba ég inn í meðferð. Það er athyglisvert að fá að heyra hvernig gekk þessum haus að díla við alla fræðsluna þar. Fórstu ekkert í debatt við batterið? Jú. Alveg. Hvernig gekk það? Og æðruleysisbænin, ég sagði Jón í mjög langan tíma því ég neita að segja Guð. Jón gefur mér æðruleysi. Ég bara gat þetta ekki. Ég var bara yfirlýstur trúleysingi og ætla að fara að láta Guð hjálpa mér. Jesúlaði. Og Jesúlaði, að það bara, ég bara trúði ekki á þetta. Nei. Þannig varstu þá alltaf í einkaviðtölum inn í meðferðinni í vesinn? Já, ekki kannski inn á Vogi, því að þá er ég bara svolítið bátt. Það er bara svolítið að jafna mig og kjarna mig. Og svona hálfsætt fólkið þar inni og starfsfólkið og svona lítil í mér.
svo fór ég svona braggasmaður inn á Vogi sko af eitruninni. Þannig að þá fór ég að rífa kjaft inn í þessum grúppum líka, að fara að deila einhverjum einkamálum inn í einhverju grúppu af fólki sem ég bara hef aldrei séð áður, þetta ekki í hug. Og kvartaði því og kvartaði við þessu, vildi ekki borða þetta, vildi ekki borða hitt. Þú verið erfið sjúklingurinn. Já, ég var svolítið erfið, en ég átti góðan bakhjarl í hjarta. Og ég var send á Staðarfell í eftirmeðferð. Ég fékk það, þó að ég hefði verið erfið. Af því ég veit að... Það var fyrir karlmenn? Nei, það var blandað. Var það blandað þá? Já, það var blandað. Og ég fór á Staðarfell og ég held að ég man ekki hvort það 6 eða 8 vikur sem maður var þar. Ég man það nú ekki alveg, sko. Já, en þú byrjir á 4 og getur svo... Ef þú gast svo framlegt eina viku eða eitthvað. Já, ég man ekki alveg hvað ég var þarna lengi. En þá er Hjalti staðarhaldari á Staðarfelli, sko. Og og ég var enn í mótþróunum þar, af því að það er til dæmis farið inn í litlu gömlu kirkjuna á hverju kvöldi. Fyrir Ég hef verið þarna, ég veit hvað minna. Já, og ég átti mjög erfitt með það. Og fyssaði og segjaði og vildi fá undanþágu og... Fékkst hana? Nei, ég fekk hann ekki. Þannig þú fórst og söngst herra til þín, hvernig sem það var? Já, ég man ekki hvernig það var. Já. Og þetta gerði mér gott og ég uppgötvaði ýmislegt og viðurkenndi ýmislegt sem ég aldrei viðurkennt áður fyrir sjálfur mér. En náður að treysta í grúpunum og viðtölunum og... Já, ég náði að opna mig að einhver leyti, ekki öllu. Og þannig að og mér leiði vel á Staðarfelli. Ég hugsa mjög kært, mér er mjög kært til Staðarfells. Já. Og Góður staður, það var það í minningunni. Já, einmitt. En svo kem ég á Staðarfelli og ég er búin með ég á eina ritgerð eftir í háskólanum eða eitthvað svoleiðis til þess að klára BA-gráðuna í stjórnmálafræðinni og ég ákveð að því að ég átti kærasta á þessu tímabili og hann náttúrulega þurfti að umbera allt þetta fyllirí og rugl og geðdeild og meðferð og... Hann var með þér í gegnum þetta allt saman? Já, hann var með mér. Hvenær kynnist þið? Við kynnumst í háskólanum. Okay. Og búum saman fyrst í svona auka íbúð foreldra hans og kaupum okkur svo íbúð saman seinna. Þannig að hann lappar með þér síðustu metrana í drykkinu? Hann var bara algjör klettur, sko. Ég hefði aldrei, held ég, lifað þetta af ánan, sko. Og ég veit að foreldra mínir eru honum ævarandi þakklátir yfir að hafa hjálpað mér í gegnum þetta. Staðið með þér, greinilega? Já, stóð með mér, algjörlega, algjör klettur. En þetta var erfitt og þetta tók á og við vorum bæði ung, við vorum bæði náttúrulega bara krakkar, við vorum bara rétt við tvítugt. Þannig að við ákveðum að skilja. Og það var ekkert barn í spilinu? Nei, ekkert barn. Og það var bara íbúðin og hann keypti mig út úr íbúðinni. En við vorum það miklir vinir og búin að vera saman það lengi og elskum hvort annað það mikið og það er ekkert hægt að slökkva á ástinni að við hættum saman en ég bjó hjá mömmu og pappa, hann bjó í íbúðin okkar en við vorum alltaf saman. Þú veist, hann hringdi mig þegar hann átti bágt, ég hringdi hann þegar ég átti bágt. Þannig að ég ákveð að drífa mig til Englands í framhaldsnám. Klára BA-ritgerðina og fara til Englands í framhaldsnám. Og það væri eina leiðin til að klippa á naflastrenginn á milli okkar að það væri bara meiri fjarlægð. Og ég flytt til Englands. Hvert í England? Ég flytt í bæ sem heitir Northampton en stoppa þar stutt við og fæ inni í háskólanum í Bristol og flytt þangað og er þar svona mestallan minn tíma og þar
er mjög gott, England er mjög gott land til að þróa með sér alkohólisma ef maður vill. Þannig að þú dast í það aftur. Já, Dugleg. já, mjög dugleg. En var samt leitandi. Ég vissi og ég leitaði mér að fundum og fór stöku sinnum og ætlaði að taka hana á. En kannski tókst ekki eins vel eins og ég vildi. Manstu eftir einhverju morgni eftir þú dettur í það aftur? Hvað var að gerast innra með þér á þeim morgni? Það er nefnilega, svo ég útskýri spurninguna þess, það er sko, ég er margra meðferðargaur sko. Já. Og það var alltaf fyrst að annað fyllir í því sko eftir, þegar maður vaknaði með þennan dundrandi móral, þá maður ekki gert neitt. Og skömmina yfir því að hafa dottið í það. Já. Það er sko, eftir að hafa farið í meðferð og verið edrú í einhver tíma, þá er þetta bara hryllingur að drekka. Skilurðu? Það er eiginlega búið að skemma allt. Já, það er búið að skemma. Maður drekkur með slæmri samvisku, veit maður á ekki að gera það, en getur ekki annað. Og vaknar einmitt og veist, nei, trúi sig ekki eina ferðina enn. Nákvæmlega. Eina ferðina enn, þú veist þú átt ekki að gera þetta. Og við sem erum svona klár og föttum allt og getum allt, en samt gerum við verðum svo mikið niðrif, sko. Já, rosalega niðrif. En ég læt það ekkert á mig fá og ég bara ákveð það að reyna að hætta. Ég kláraði reyndar ekki háskólanámið. Í hvað fórstu þar? Ég fór í meistaranám í tölvunarfræði. Nú alveg bara umpóla? Já, þetta var sérstakur kúrs fyrir þá sem voru ekki með raungreinar í fyrstu gráðu. Já, ok. Þannig að þeir sem vildu svona svissa yfir. Og af því að ég uppgötaði það að ég þurfti að finna eitthvað nýtt eftir að ég gat ekki orðið blaðamaður. Og ég uppgötaði tölvur og ég var hreinlega ástanginu fyrir haus. Og ég er svona einn af þessum fyrstu Íslendingum sem fara inn á alnetið. Og ég hugsa með mér, hér er tólið komið til þess að stuðla að friði og sambandi allra í heiminum. Og ég sá þetta bara opnuðist bara heima hjá mér. Möguleikarnir, tæknin. Að við gætum öll tengst í gegnum eitthvað tæki og tala saman. Að þetta hlyti bara útrýma stríði og fátækt og öllu. Falleg hugsun. Já, falleg hugsun. Aldeilis raungerst. Internetið er bara yndislegt. En ég ákveð þá að fara í tölvunarfræði og langar bara að gera þetta á mínum vinnuvettvangi. Mjög fjölbreytt, alltaf eitthvað nýtt, alltaf einhver þróun, alltaf einhverjar breytingar. Þannig að ég er ekkert í því sama frá degi til dags. Byrjarðu starfsferilinn í Englandi þá? Já. Eftir þetta nám? Já, ég eiginlega krassa út úr náminu vegna þunglindis og það var líka bara svo mikil forritun og ég hafði engan áhuga á forritun, ekki nokkra. Ég vildi vera í kerfisstjórnun og að stýra netþjónum og í raun og veru samskipta leifunum. Þannig að ég fæ mér bara vinnu í Bristol og er á þessum tíma búin að kynnast barnsföður mínum sem er englendingur. Ok. Og hann er frá Bristol og bjó þar. Og ég fæ mér bara vinnu í Bristol við tölvur og byrja bara á gólfinu, með kaplana og gera við prentara og svoleiðis og vinn mig raun og veru upp í það að verða yfirmaður í fyrirtæki, yfir tölvudeild. Og áður en það gerist, þá er árið 2000 vandinn. Flugvélar var alltaf að hrapa og svona. Já, og dálítil hystería í gangi og þá var rosalega gott að vera verktaki og ég makaði krókinn á því að vera verktaki í kerfisstjórnun árunum svona 98 til 2001. En þá hrundi markaðurinn og þá hendi ég mér í fasta vinnu aftur úr verktakabistemnum, þetta var orðið svo mikið hark. Og ég vinn og fæ alltaf einhver hluta vegna góða vinnu
Ég er bara orðin yfirmaður stórrar tölvudeildar með mikla ábyrgð og fínum launum og og við giftum okkur, ég og englendingurinn. Í Englandi? Nei, í Wales. Nú? Ég sagði við hann, við giftum okkur ekki á Íslandi, við giftum okkur ekki í Englandi, heldur verðum við að finna svona neutral zone. Wales ekki í Englandi? Nei, Wales er alveg sér. Er það alveg Það tilheyrir náttúrulega sko United Kingdom, en það er ekki hluti af Englandi. Nú er það ekki? Nei, England er sér og svo er Bretland annað. Samveldið er enn eitt. Þannig og Bretlands eyjar. Þannig að sameinaða konungdæmið eða United Kingdom, það er England, Wales, Skotland og Norður-Írland. En Wales er alveg sér, er með sitt eigið þing. Alveg með sjálfstæða stjórn þannig? Já, svona takmarkað. Takmarkað sjálfstæða. Það er með eigið þing. Þetta er svona svipað systemi í Skotlandi. Já, ok. Já, er það þannig? Já, þannig að Þetta vissi ég ekki. Ég fann einhvern kastala þarna í Wales og sagði, við giftum okkur hér, þetta er nútrálsvæði. Og við gerðum það. Og þú varst ennþá að drekka? Ég var ennþá að drekka. Já. En á þessum tíma er ég að drekka ágætlega. Þannig varstu við stjórn á því og upplifir. Mér líður betur. Ég kom aðeins meira sjálfstraust, komin í vinnu í Englandi. Búin að raka hnefningum og komin í góða vinnu. Allt gekk vel. Já, allt gekk vel. Fínan kærasta. Og var einhvern veginn að skila öllu mínu bara, þú veist, eins og venjuleg manneskja. Bara vel gert. Já, takk fyrir það. Þú tekur 10 ár í Englandi, en eitthvað fór öðruvísi? Já, sko, nei, ég hef verið 10 ár samtals í Bretlandi. Já. Og stærstan hlutan í Bristol, eitthvað í Northampton og svo bæ á Suðurströndinni sem heitir Eastbourne og rétt hjá Brighton. Og svo tók ég ár í Edinborg í Skotlandi. Skotarnir eru æðislegir. Já, þeir eru frábærir. Ég kunni mjög vel við mig í Edinborg. Geggjaður staðar. Já. Bjóstu þar? Já, það er ekkert langt síðan ég bjó þar nefnilega. En ég skilaði Bretanum eftir að við eignuðumst fyrsta barnið okkar. Nú? Vegna þess að hann sko, við áttum ekki von á barni og ætluðum ekki að eignast börn. Og síðan bara verði ég ólétt og ég einhvern veginn tek þannig á því að nú þurfum við bara að breyta öllu. Fjárhagslegt öryggi og það þýðir ekkert að vera bara alltaf á djamminu og eitthvað kæruleysi. Við þurfum að vera ábyrgir foreldrar. En hann var kannski ekki alveg tilbúinn í þær breytingar og ég. Já, ok. Þannig að það gekk svona á ýmsu og við flytjum, og hann stingur upp á því að við flytjum hingað til Íslands. Ég var nú frekar á móti því. Mér fannst þetta að ég verið að koma þá svona dálítið tapari tilbaka, einhvern veginn. Stoltið að drepa mig. En við flytjum tilbaka og og ég fæ mjög góða vinnu hjá Reykjavíkurborg og en það gekk illa fyrir hann að ná sér í vinnu. Við höfum gert með okkur samning að við myndum bíða í 3 mánuði eftir draumadjobbinu. Ef að það gengi ekki þá tækjum við bara hvaða vinnu sem er. Okay. Og svo voru liðnir bara, þú veist, 10 mánuðir og hann var bara að hugsa barnið og leika sér og Fékk hann enga vinnu eða? Hann sko leitaði takmarkað. Við reyndum að hjálpa hann náttúrulega að fara með honum. Hann talaði bara ensku, hann talaði náttúrulega enga íslensku. Og var bara svona takmarkaði vilji fyrir því að fá sér vinnu. Og þannig að ég ákveða að skilja við hann. Og tímasetningar í persónulega lífinu á mér sko algjör brandari.
Sko blekið varla orðið þurrt á skilnaðarpappírunum þegar ég uppgötvaði að ég á von á öðru barni með honum. Svona eins og maður segir bad timing. Já. Ok. Alveg dæmigert, sko. Og þannig að Hvað gerist þá? Við ákváðum að láta það ekkert breyta því. Þetta væri búið spil og við bara vildum vera syngur í staðnum. Já. Já. Þú eignast þitt annað barn? Ég eignast mitt annað barn og ég er komin í stóra vinnu og ég er orðinn embættismaður hjá Reykjavíkurborg með 100 manns sem ég bara ábyrgð á. Og svona eftir á hyggja þá hefði ég líklega átt að biðja að láta færa mig til í starfi og minnka aðeins álagið vegna þess að þetta var svona, ég hef með samviskubit á öllum vígstöðum, sko. Ég var ekki nógu góð mamma, ég var ekki nógu góð í vinnunni, en ég var að reyna að láta þetta allt ganga. Og þurrkaði mig upp í leiðinni. Þurrkaði mig upp bara sjálf. Já, ok, vel gert. Já. Kvíði? Já, auðvitað var kvíði. Og en ég hef oft sagt það, sko, að konurnar þær bara björguðu mér. Þær gripu mig bara. Ég hafði enga trú á því að ég gæti hætt. Ég hafði enga trú á sjálfri mér. Af því að misnotkun á áfengi, það fylgir því svo mikið, sko, það ekkert sjálfstraust til staðar. Sjálfsmyndin svo beygluð og sjálfstrausti alveg í núlli. Þannig að þegar ég trúði ekki á mig, þegar ég gat ekki elskað sjálfa mig og þegar ég gat ekki haft þessa trú á mér eða von, þá gátu þær haft það fyrir mig. Og þannig björguðu þær mér. Það var bara yndislegt. Já. Yndislegt. Samtökin frábær. Já. Ég reyndar ekki virkið eins og sko. Nei, en ég meina þau eru samt frábær og fyrir þá sem að geta nýtt sér að alveg frábær. Yndislegt. Já. Og hvaða ár erum við að tala hana? Þetta í kringum 2006. Ok. Já. Þannig þú verður þarna á tímabili virki að samtökunum? Já. Fóru algjört spólarnir búið 2008. Og þegar hrunið til dæmis. Og það komu rispur inn á milli, ég neita því ekki. Ég var ekkert alveg fullkominn. Nei. Og en þetta gekk mjög vel. Og að lokum var ég bara alveg edrú. Og að lokum þá bara komið einhverju tímapunkti að mann langar bara ekkert í þetta. Hitt lífið bara svo miklu skemmtilegra, sko. Þannig að þetta gekk mjög vel. En þannig pólitíkin fann að banka upp á? Já, sko, 2008 þegar hrunið verður, þá ég embættismaður hjá Reykjavíkurborg og þetta náttúrulega skapar alveg óskaplegan óróa út allt samfélag. Þannig að mitt hlutverk að mér fannst var bara að halda utan fólkið mitt og passa að öllum liði eins vel og þeir gætu og þeir gætu haft aðgang að mér ef eitthvað væri eins og það væri verið að taka þeim húsið eða önnur sko áfall. Þú varst í félagsfræði stólunum í vinnunni? Já, ég þurfti að bara vera þarna og styrkja mitt starfsfólk og styðja í gegnum þessa erfiðu mánuði og þarna kemur líka alveg rosalega niður skurðarkrafa og þannig að þetta allt mjög erfitt. Þannig að ég ákveð þó svo að ég sé búin að sjá að ég vil ekki vera í þessu starfi mjög lengi. Ég vilji ekki svona mikla ábyrgð, ég vilji meiri tíma með börnunum og aðeins minni vinnunni. Að þá fannst mér ég bara að bera ábyrgð á þessu starfsfólki og koma þeim í gegnum þessa órólegu tíma. Þannig að ég, og meðan ég embættismaður, finnst mér ekki passa að ég sé að skipta mér á pólitík. Þannig að ég var í sófanum að fylgjast með borgarhreyfingunni og búsáhaldabyltingunni og öllu þessu. En strunsaði á morgnana í powersuit, í jakkafötunum niður í ráðhús að sinna vinnunni. En pönkarinn var að fæðast? Pönkarinn var náttúrulega löngu fæddur, hefur alltaf verið þarna. Og en ég hætti sem sagt, það hafði verið mikið pólitískur órói á borginni. Ég til dæmis vann þar í 7 ár
ég held ég að farið í gegnum 5 borgarstjóra. Já, Þetta var var þeim þegar tíma. að, þú veist, það var Dagur, svo var Hanna Birna, svo var, Will Lattínu Máttur, Ólafur F. Það var mikill pólitískur órói, þannig að mér fannst ég líka ekki geta yfirgefið starfsfólkið út af því. Mér bara að reyna að halda öllum rólegum og allt stabilt eins og hægt var. En svo eru kosningar 2010 og þegar Jón Gnarr fer fram og það mynduð stjórn af Samfylkingunni og Bestaflokknum. Þetta ekki besti flokkurinn? Jú, það var í borginni. Jú, ég embættismaður hjá Reykjavíkurborg. Þú ert að tala um borgina, ekki? Já. Og þá sé ég, nú góður tími fyrir mig til þess að hætta. Nú komin stöðuleiki í stjórnina, besti flokkurinn og Samfylkingin taka við, þannig að það eru breytingar hvort þið Nú góður tími fyrir mig til þess að fara. Þannig að ég þarna í smá stund og sem svo bara við borgarstjóra, við Jón Gnarr starfslok. Og leið og ég lík mínum starfslokum hjá Reykjavíkurborg, þá náttúrulega get ég farið að skipta mér á pólitík. Og ég hefði náttúrulega verið óskaplega hrifin á borgarhreyfingunni, eða hreyfingunni eins og hún var orðin þá. Og búin að setja mig í samband við Birgittu, Möggu Tryggva og Þór Sari. Og en ég hef verið passív í pólitík, ég hef verið bara svona með þangað til 2018. 2018 þá 2017 segi ég. 2017, frá 2017 má segja að mín aðalvinna sé pólitík. Já, ok. Já. En aftur af Jóni Gnarr. Já. Hann fer fram með þetta besti flokkurinn sem var svolítið þetta. Já. Fuck the system. Já. En einhvers þar hef ég myndað því innra með mér að hann hefði gert bara ágæta hluti í borginni. Eða ekki. Hann hefði verið sem sagt farsæll í starfi sem borgarstjóri. Það ekki þín upplifun? Jú, hann treysti mjög á embættismennina sína. Og hann benti á margt sem var í ólagi. Hann var ekkert endurlega með lausnirnar, en hann sagði bara lögum þetta. Finnið þið embættismennir út úr því hvernig við lögum þetta. Þetta bara ómögulegt svona. Þannig að hann treysti fólki til að finna út úr þessu. Þannig, og embættismennir gátu þá bara ekkert annað heldur en fundið einhverja lausnir fyrir hann til þess að velja úr. Já, þeir höfðu ekkert, þeir gátu ekki óhlýðnast sínum yfirmanni. En í rauninni þetta mjög lógisk lýðræðis aðferð. Já. Að byrja fólki sem að starfa fyrir viðkomandi í embættisstarfi, að finna út hvernig landslagið að liggja. Einmitt. Í staðinn fyrir að við sjáum svo oft á Íslandi að það einn ráðherra sem að stýrir þessu bara úr sínum kolli. Og embættisfólkið bara vinnudýr, Já, algjörlega. Hún var tíðrætt, við áttum mörg samtöl saman. Hún var tíðrætt til dæmis málefni heimilislausa. Hann sagði, ég bara skil þetta ekki, þau sofa þarna og svo þegar þau vakna á morgnana þá þurfum þau að labba yfir halva borgina til þess að vera hér. Hvaða rugl er þetta? Að vafrandi heimilislaust fólk endan á milli í borginni, á milli mismunandi úrræða. Akkur ekki hægt að hafa þetta á sama stað. Til dæmis. Og hann sagði bara, finnið lausn á þessu. Og hver var lausnin? Lausnin ég held að hann hafi farið úr starfi áður en sú lausn var alfarið komin til framkvæmda. En hún fólst meðal annars í smáhýsunum út á Granda. Þaðan miklu styttra í til dæmis kaffihús Samhjálpar og þessi úrræði sem voru opin á daginn. En þetta hafði verið bara í útkvæðum borgarinnar áður. Þannig að og þetta fólk átti varla fyrir strætó, það átti ekki fyrir, þannig að það var bara vafrandi þarna þetta var alveg rétt hjá honum. Þetta alveg hárrétt hjá honum og svolítið skrítið að vera komin yfir 60 kallinn og horfa á þetta landslag og hugsa, þetta ennþá allt í messi. Já. Þetta bara í messi þessi málaflokkur. Já.
Hvað klikkaði? Hvað klikkaði sem sagt, hvað klikkar? Er það embættismannakerfið, er það pólitíkin, veist, það er einhvern veginn, Sko, þú kemur hvergi putta á þetta. Embættismannakerfið er erfitt. Ég hef verið embættismaður hjá borginni. Varst erfitt. En ég var mikið í að svona nútímavæða og breyta og bæta. Og það er náttúrulega til þekktur skúlptúr af óþekkta embættismannanum. Ég gerði nótt grín að því og sagðist vera óþekki embættismaðurinn. Vegna þess að þegar ég kom labbandi einhvers staðar þá fór strax að ágera að það ætti að breyta einhverju til hins betra. Svona hefur þetta verið frá 1770 alltaf gengið mjög vel og allir mjög ánægðir með þetta. En sem var alls ekki raunin. Þannig að embættismannakerfið sjálft er oft fyrirstaða. Það er sílóið er oft embættismannakerfið. Já, þetta er svona smá kóngaveldi og það halda allir mjög vel utan sitt. Og smá kóngaveldin eru líka að rífast fjármuni borgarinnar. Nákvæmlega. Og þetta held ég að eigi við mörg önnur sveitarfélög og ríkið. Ég held að það endurspeglist líka í einkafyrirtækjum bara öðruvísi. Já, það getur vel verið. Þetta er svona, við högum okkur svona. Já. Svo eru hræddu týpurnar, íhaldssömu týpurnar. Þannig að fara í gegnum svona hakkavélar eins og embættismannakerfið er bara dauð og djöfull. Já. Þar af leiðandi færist allt svo rosalega hægt. Já. Ég er óþolinmóð á eðlisfæri. Ef ég er búin að ákveða að eitthvað eigi að gerast eða eitthvað þurfi að gerast, þá vil ég að það gerist. Svona á skikkanlegum hraða. En þetta fór óskaplega í mig, hvað allt gekk hægt og hvað allt væri erfitt. Og hvað þurfti að semja við marga smákonga þegar það var verið að koma á kannski bara einni lausn á einu vandamáli. En svo á einu stað, eins og það kenndi mig kona í kvikmyndagerð, hún vann með Hitchcock meðal annars. Okay. Og ein setning sem situr eftir mitt kvikmyndagerðarnám, þannig sem ég tók það, hún sagði compromising is death. Já. Og ég alveg, compromising is death, sem sagt. Og eftir því sem ég eldist, þá verður þessi setning réttari. Lengi vel hélt ég að teymisvinna var í verkfæri andskotans. Þar sem góð hugmynd var flött út af engu og það er hugmyndin út úr teymisvinnunni. Já. Og það var þannig, þegar þeir fundu upp teymisvinnuna, þá var það einhvern veginn þannig að því á einasta verður þetta svo meðvirkt. Já. Það þurfa allir eiga að fingrafara á þessu, það þurfa allir eiga rödd í þessu, annars er þetta ekki góður fundur. Og niðurstaðan er að hreyfingin verður eiginlega ekki. Þannig compromising á stundum bara ekkert við. Nei, ekki alltaf. Stundum þarf bara aðallinn í brúnni að segja, finnið út úr þessu og segið mér hvaða hugmyndir eru í boði. Já. Nei, veist, ég er bara fabílar hérna, Nei, ég er bara alveg sammálaður. Ég var að skilmast við kerfið í áratugi. Já. Og það var bara að enda með ég tapaði því, Já, og það var hræðilegt. Ég nefnilega var fastagestur í götusmiðjunni þegar hún var rétt við Ljósafossvirkjun. Já. Og kom með kvennafundi, talaði við stelpurnar einu sinni í mánuði og þótti óskaplega, já það var lítið, bara takk fyrir það sem þú gerir í bæði með mótor og götusmiðjunni og ég kynntist þeim á ákveðnu leyti og mér var sagt af starfsfólki götusmiðjunnar sem var á kvöldvakt sem hitti mig að þær litu upp til mín og þær hlustuðu á mig af því að ég hafði verið í svipuðum bakka og þær en ég var með háskólapróf, ég er bara embættismaður og bara í góðu jobbi og bara þetta er hægt og þannig að mér þótti óskaplega vænt þessar ferðir frá Reykjavík yfir í götusmiðjuna til þess að tala við stelpurnar. Svo bara allt í einu er þessu bara lokað
og ég trúði ekki mínum eigin augum eða eyrum og ég var að velta í fyrir mér hvað hefði orðið þessa krakka og ég var að leita á aðfundum sem ég var á í bænum að stelpunum sem ég hafði kynnst og ég bara rakst í miður á svo fáar. Já. Þannig að ég veit ekki, Þetta mér fannst þetta bara, ég skildi þetta ekki. Já, það fóru 20 rými bara út gluggann og í skurð bara á einu föstudegi. Já, veist. Og bara krakkar. Það var bara börn, 16-20 ára. Já. En það missir á guðsmunni klárlega. Já. En að því við erum búin svo duglega að tala og ég segja háttvirtur tæknistjórinn rétt upp hendina. Já, ok. En ég forvitin því í dag. Nú ertu að vinna með Pírötum. Áður en ég spyrja þessu, þetta er alveg flókið spurning. Já. Þú sagði Birgitta áðan, að þú hefði elt Birgittu. Heyrði ekki rétt? Jú. Já. Ég mikill og var og mikill aðdáandi Birgittu, veist, og hafði endalaust að trúa henni. Já, ég líka. Og en það fór ekki vel. Hún var svolítið tekin af lífi, elsku Birgitta. Já, ég var ekki sátt við það. Ekki heldur. Hvernig var komið fram við hana og við skrifuðum nokkrir Píratar undir í raun og veru yfirlýsingu þar sem við lýsum því yfir að þetta í raun og veru opinbera einelti. Þetta var í raun og veru, hún tekin á lífi á bara almennum opnum fundi. Og þetta þau eru tilbúin, þau eru búin að undirbúa sig fyrir það að bara segja ljóta hluti hana. Og ég skrifa undir þessa yfirlýsingu og á þessum tíma ég varaþingmaður Pírata. Ég sem sagt varaþingmaður Pírata frá 2017-2021. Og og Píratar hafa í raun og veru lítið jafnað sig á þessu. Það lá við að við klofnuðum. Þetta var það mikill titringur í kringum þetta. Og en svo einhvern veginn bara hverfur þetta. En þetta samt alltaf á bakvið. Já, nákvæmlega. En það hægt að tala þetta og Pírata bara halda áfram og Birgitta hefur ekki áhuga að vera með. Hún sóttist eftir í síðar. Fyrir að var það ekki? Það held ég ekki. Var það? Svo minni það. Ég kannski þarf að googla eftir. Ég veit að hún var eitthvað að vinna með sósíalistum í samstöðinni eða var það Rauðaborðið eða eitthvað svoleiðis. Já, hún fór einhvers þar fram, ég man ekki alveg hvernig það var, en það sem að Birgitta vann í Guðsmiðjunni. Já. Vann þar og ég hef alltaf verið mikill aðdáandi Birgittu. Já. Og hún var ekkert fullkomin frekar en ég og þú, en yndisleg manneskja, hún var ofsalegur hugsunarmanneskja. Já. Og smákóngar fíla ekki hugsunarfólk. Nei. Þeir hugsunarfólk fælist fyrir. Já. Og mér fannst þetta, segi mína skoðun á því, mér fannst þetta óvægið og brútalt hvernig þeir mætt henni þegar hún vildi koma aftur. Já, á þessum umrædda fundi. Já, og það var meira að segja ekki þannig að hún vildi koma aftur, heldur voru það Píratar sem kölluðu eftir tilnefndana í hlutverk. Já. Og þannig að þetta var bara mjög ljótt. Þetta var mjög ljótt og við útbyggum yfirlýsingu, það var það eina sem við gátum gert, þar sem við bara fordæmdum þessa aðför á opnum fundi af einum félagsmanni. Og að Birgittu, aðför að Birgittu. Já, að Birgittu, já. Og við skrifuðum undir og við vorum alveg ekki í náðinni hjá þingflokknum lengi á eftir. Og varla að tala við okkur, Þannig að þetta tók langan tíma að jafna sig og hefur í raun og veru ekki alveg jafnað sig alltaf. Þetta er svolítið blettur á ferlum. Já, það voru margir sem... Finnst mér. Já, þetta er svartur blettur, Við Píratar samskipti eru oft ekki sterkasta
vopn hugsjónafólks. Nei. Það bara þannig, það eru miklar ástríður í gangi og miklar hugsjónir og og stundum þetta bara stál í stál. En það var greinilega mikil reiði og hafði eitthvað mikið gengið á sem ég hafði ekki haft neina hugmyndum. Þetta var einvörðungu innan þingflokksins. Greinilega, þegar maður vissi aldrei alveg út á hvað þetta gekk. Nei. En að því tíminn að hlaupa frá okkur. En þú ert núna, já, sem sagt, í sem að sveitarstjórn Árborg. Bæjarstjórn. Bæjarstjórn, þú situr þar inni, já, sem pírati. Já. En í samstarfi, við buðum fram saman Píratar, Viðreisn og Óháðir. Og ég náði inn og ég var varabæjarfulltrúi á síðasta kjörtímabili, þá var Viðreisnarmaður inni fyrir okkar hönd. Og þetta samstarf hefur gengið bara ótrúlega vel. Við náum bara mjög vel saman. En það eru það sem að fréttir frá Selfossi að þetta sé allt í játnum peningalega. Já, þetta er mjög erfitt fjárhagslega. Það ég er ekki að biðja að ljósta neina leyndarmálum, en hversu erfið það? Veistu, er þetta áratugi að jafna sig, eða er þetta eitthvað sem leysist á næsta ári, eða? Nei, en þetta, við erum að vonast til þess að ná undir það eru ákveðin viðmið sem ríkið notar fyrir sveitarfélögin áður en að sveitarfélögin eru bara tekin af eftirlitsnefnd sveitarfélagin og tekin af þeim fjárráðin eins og Reykjanesbær lenti í. Já. Og við erum að vonast til þess að skuldaviðmiðið og jafnvægisreglunni verði náð fyrir árið 2026 eða á árinu 2026. Þannig að það er planið og við erum bara að vinna að því plani núna. Við byrjuðum á aðhaldsaðgerðum í janúar og við höldum bara áfram núna. Við erum með í fjárhagsáætlun að vinna núna. Þannig að nú verður við að herða beltið enn meira í raun og veru og hugsa dálítið út fyrir boxið. Ég hef kallað dálítið eftir því að þetta séu sömu gömlu hefðbundnu lausnirnar. Að við þurfum aðeins að hugsa út fyrir boxið hvernig við ætlum að ná þessu. En hvernig gerðist þetta upp? Hvernig stóð á því þetta straujaði svona, er þetta bara langur vandi eða sem gamall vandi sem vatt upp á sig, eða var einhver X-punktur sem gerðist að þetta straujaði í skurð? Þetta í raun og veru blanda af tvennu að mínu mati. Það að við ráðumst í mjög miklar fjárfestingar vegna fjölgunar íbúa. Innviða fjárfestingar? Já. Skóla? Já, skóla, vegi, veitulagnir frá bæði fyrir heitt og kalt vatn og íþrótta miðstöð og á sama tíma gera lögin ráð fyrir því að við verðum að fara að gera eitthvað í frágangs holræsismálinu í Steypu. Því að þetta fer bara núna eins og er óhreinsað út í Ölfusá sem náttúrulega alls ekki nógu gott. Já. Og við létum hanna hreinsistöð til þess að hreinsa úrganginn áður en hann fer út í Ölfusá og þetta kostar allt saman peninga og er alveg geysilega dýrt. Og við erum og útsvarstekjurnar eru eftir á. Þannig að við tökum lán fyrir einhverja af þessum fjárfestingum og það sem að kannski dropinn sem fyllir mælinn í raun og veru verðbólga og vextir. Þannig að og íslenska króna. Já, bara fjármagnskostnaðurinn við þessar lántökur. Við erum núna, ég hef sagt það uppátt, við erum bara Grikkland núna. Við erum að taka lán fyrir afborgunum af öðrum lánum. Já. Þetta er bara hræðileg staða og við verðum að breyta henni. Nákvæmlega. Nákvæmlega. En svona að lokum, hver er staðinn í dag? Þú býrð á Selfossi? Ég býð á Selfossi. Með manni, börnunum þínum? Ég á ekki mann. Nei? Pappinn er bara út í Englandi.
Ég á 2 unglinga Já, sem ég vel bý gert. með Já. og hefur tekist að koma þeim á legg án Englendingsins. Það þarf ekki alltaf karlmenn til að redda þessu. Já, já. Og ég bý þarna ein og ég var einmitt að velta þessu fyrir mér við vinkonum mínum daginn. Það er aldrei reynt við mig. Það segir, já, þú gefur frá þér svona vibe alfa, þú ert svo köld. Það halda allir karlmenn að þú sért bara ekkert, þú sért bara harðgift eða hafði bara engan áhuga á neinu svona. Nei. Já, en ég er sem sagt bara tölfræði, ég er einstæð móðir með 2 börn. En heldur þú að segja eitthvað til í því sem vinkonum segir? Að ég gefi frá mér einhverja kalda væpa? Ég bara hef ekki hugmynd um það. Ég held ekki. Mér finnst ég mjög hlý og góð. Já. Þú séu sem þú ert. Já, því að mér finnst ég vera svo hlý og góð manneskja. Þannig að ég held að ég hljóta að senda frá mér mjög hlýja strauma. En ég skal skoða þetta. Svo ætla ég að segja eitt leyndarmál. Já. Þannig að sko karlmenn eru jafn skítræddir við konur eins og konur eru við karlmenn. Já, þú meinar. Já, þetta er annað skipti í dag sem ég dett inn í þessa umræðu með ónafngreindri mannesku sem var að skutla heim í dag. Já, ok. Það er, af hverju er fólk svona hrætt við að teygja sig til annar? Já. Veist, ef þú ert skotin einhvern gaur, hver á að, ég þarf ekki að heyra það, gaurinn þarf að heyra það. Já. En þá byrja allt saman. Ég er nú líka meira að fíflast. En burt sem með væpana, sagt það sem þú vilt. Allar inn á þing. Já, ég hef búin að liggja undir feldi og ég hafði alveg óskaplega gaman af því að vera varaþingmaður 2017-2021 og fékk tækifæri til að koma inn þá á byggilega 5 eða 6 sinnum í nokkra mánuði samtals. Og ég hafði alveg óskaplega gaman af þessu og ég er með hugsunar á hreinu og kem til með að vinna fyrir almannahagsmuni en ekki sérhagsmuni. Þannig að ég sé... Er þetta ekki slagorð Viðreisnar? Hvað segirðu? Er þetta ekki slagorð Viðreisnar? Ánægður með þig? Já, Viðreisn kom á eftir Pírötum og ég vildi alltaf að Píratar myndu nota slagorðið kerfisbreytingar. En þau vildu það ekki. Þau vildu ekkert kjaftaði nýja stjórnarskrá og allt svona sem var alveg gott og gilt líka en það var aldrei talað um kerfisbreytingar. Svo kom Viðreisn og fór að tala um kerfisbreytingar og ég var alveg Þeir voru með betri pýrmun. Já. Ok, nú er þetta bara aðeins inn í pólitíkina. Veist að það er sérstætt áhugamál með pólitík. Nú er hálfnað þetta kjörtímabil og ég er óboðslega ósáttur við þessa ríkisstjórn. Já. Og get fært klukkutíma fyrirlestrar af hverju ég er það. Já. Og mér finnst þessi flokkar hafa svikið þjóðina bara þvers og krus. Já. Bara í síðustu 6 ár. En hver er þið svona sem Pírati, hvaða möguleika sæjuru á, hvað geti þér hugnast sem næsta ríkisstjórn? Bara svona í dótabúðinni, bara svona dreyma, hverjum geti þið unni með? Mín draumastjórn væru Píratar, Viðreisn og Samfylking. Tjúlir í sammálaði. Við tökum þetta næst. Við tökum þetta næst. Líklega en ef við þyrstum að taka einhverja fleiri með og getum... Þetta dinglar aðeins undir 50% ennþá, en ég trúi því að þetta gerist í næstu kosningum. Leyfðu mér að trúa því. Já, ég ætla að trúa því líka. Í síðustu kosningum þá völdu kjósendur í Suðurkjördæmi Birgi Þórarins í staðinn fyrir mig. Hann munaði 7 atkvæðum að ég fari inn en ekki hann. Vá, 7 atkvæðum? Verðum að góðu. Þannig að ég, núna er ég búin að prófa þetta og veit hvað ég gerði vitlaust í kosningabaráttunni sjálfri. Píratar er nefnilega góður í málflutningi, en það er eitthvað við kosningabaráttunni sjálfa sem okkur vantar aðeins upp á. Já, ég get alveg bakkað upp þar. Já. Og Píratar hafa haft hann eiginlega alveg frá borgarahreyfingunni á sín tíma, því að viðlögund allt saman á sín tíma, er það að það var ekki, innri vinnan var aldrei almennilega kláruð. Þannig að það var allt of mikið af fólki sem sagði mér finnst.
Já. Og þessi mér finnst rákust saman á öllum áttum, stjórnarandstaðan notaði þetta auðvitað bara glundroði. Já. Fólk ekki að tala saman um það. Já. En það önnur umræða. Já. Alfa, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og það verður spennandi að fylgjast með þér. Ég vil fá þig inn á þing. Takk fyrir Og ég það. er full að trúa þér. Við þurfum svona hugsunarfólk inn á þing. Við þurfum ekki fleiri atvinnupólitíkusa. Sá markaður er alveg mettaður. Sammála. Við þurfum hugsunarfólk að þinn sem er samt því sem það trúir og vill gera. Erum við saman? Sammála. Við erum Áfram alveg Píratar. sammála. Heyrðu, en þið sem að eruð að horfa, þið getið sendt mail á mig, tyratýr.is, ef þið viljið kvart yfir einhverju eða klappa okkur. Og Alfa, takk fyrir komuna, gaman að hitta og fá að kynna söguna og takk fyrir að treysta okkur fyrir henni. Bara takk fyrir mig og takk fyrir þetta yndislega Jesúlaði. Jesúlaði, skálum Jesú, þetta Skál. er Jesú í hjarta. Skál. Skál. Takk fyrir okkur, takk fyrir að horfa, hlusta. Þetta er líka Spotify.